Nei, ég var að klára, ég að hitta hérna alltaf fyrir rappa bara. Maður heyrir eitt smá. Ég gera það. Heyrðu þér, bye. Það er lóðingum samningum. Óguð, herra bara að púla upp á fjórum. Óguð, herra bara að strauja og taka nótu. Óguð, okkur ætti herra vera rólur. Óguð, herra rukkar og mikið á sjáum. Óguð, aðrir rapparar þeir eru á bótum. Óguð, engin loka samninga hjá stórum. Óguð, ég gaf alltaf háa rippaðir. Skuldi vinda upp á sig, vinir mínir ruggaðir. En vinir mínir góðir. Þegar þú byrjar og ert með erpið þarna, hvernig horfir þetta fyrir þér? Þú ert ennþá í skóla og allt það. Hvenær byrjar að finna lyktina? Heyrðu, ég kannski onto something. Ég segi fótból, sko. Þá segi ég hérna, var 17 ára með penning og heilanum tók ákvörðun þegar ég sá hvað erpið tók fyrir sjó. Það er svona þannig, þegar ég var að fara með erpið út á landskilur og var ekki að fá neitt borgað og hann var að, ég sá bara reikningin sem hann var að skrifa, þá bara fuck, ég ætla að gera þetta, sko. Byrjaði að rappa í djóki með Sindra, félagi mínum, þegar við vorum í grunnskóla. Það var Herra Hninsmjör og Sör Sulta. Með tvíegin nautalundir. Þannig að þetta var eitthvað svona fokkrið, sko. Og svo þegar ég byrjaði að rappa í alvörunni, þá bara, ég ætla bara að halda í gamla nafnið, sko. En á hverju byggirðu flæðið þitt, skilur mig? Á hverju byggirðu það þegar þú ert að byrja að skrifa? Hvað er svona í huga þér sem er eitthvað, heyrðu, mér finnst þessi eða þessi cool? Þannig að maður tekur alveg áhrif alls staðar að, sko. Þú veist, það er hérna náttúrulega Rick Ross, Ludacris, Lil Wayne, Tupac, Ty Dolla $ign, Breezy. Það er alveg hellingur í liði, sko. Þú ert alltaf bandarískur. Þú fílar, þú veist, eins og Rick Ross og Maybach Music, Herra Hninsmjör og KB. Já, þú veist, þetta er einhvern veginn miklu meira bara tónlist, skilur. Þetta er bara einhvern veginn lífstíl, skilur, og þú veist, fara í Exodus og hérna, ganga bara í South Pole og eitthvað svona dót, skilur, þú veist, þetta er miklu meira en bara tónlist sem þú hlustar á, skilur. Þú ætlar að vera fréttamaður, eða hvað? Já, það var planið, sko. Ég ætlaði að vera fréttamaður þegar ég fór í menntaskóla. Ja, sko, upprunalega þá ætlaði ég að vera einhvers konar listamaður. Hvernig listamaður? Ég var ekki búinn að pæla í því, sko. Ég ætlaði bara að fara á hérna, listabraut í FB, komst ekki inn. Ég held að sé eini maðurinn í Íslandssögunni sem ekki komist inn á listabraut í FB, sko. Þannig að ég fór í MK á hérna, félagsmálabraut og ætlaði þá að vera fréttamaður. Og svo varð ég rappari. Þú veist ekki hvað ég vinn mikið í rauninni. Sitt á mörgum lögum eins og prinsessan á bauninni. Flexa nóg, rappa kóp fyrir dót, þú ert á dóp fyrir dót, enda atvinnulegs aumingi. Þú ert gúmitassa, komið mitt í gúmiteygju. Út á eigi borða ananas í þunnu sneiðum. Sjúkur leikur kendi sjálfum mér á, ég er bá, starfsmaður mánaðarins ár eftir ár. Ég sá eitthvað viðtal í sko Kópavogsblaðinu, gamalt sko. Ég rapp Kópavog, hvað bærinn er nettur, Kópavog eru auðvitað nafli alheimsins. Hér eru allir gaurarnir nettir og skvísurnar heitar og að frétta. Ég rappa líka mig og hvað ég er nettur, svo ég líka að segja í textunum hvað ég að fá mér og hvað ég stundum sjúskar í haustum. Þetta er 2015, held ég? Já, 2014 eða 2015. Já, yrkisefnin. Þetta eru peningar. Já. Þetta er bara, sjáðu hvað lífið ég lifi. Þú ert peningaþengjandi. Getur við ekki orðað það þannig? Jú. Og hefurðu verið það alltaf? Ég hef ekkert alltaf átt pening, en eftir að ég eignaðist pening þá einhvern veginn langar mér bara í meira, sko. Þannig að ég hugsa öll mín múv í peningum, skilur. Þú rappar samt peninga frá byrjun. Er það ekki? Jú. Þú veist, ég meina, lag nr. 2 eða 3 sem ég gerði hér Stakkandi staflandi, það var náttúrulega bara kjafta. Ég var bara að rappa það sem ég hefði heyrt aðra rappum, skilur. En svo varð einhver hugarfarsbreyting þarna, þú veist. Eftir einhver 3-4 lög, þar sem ég áttaði mig á, nei, já, ég get ekki bara að rappa um hvað sem er. Ég var að rappa um það sem ég er að gera, skilur. Ég var að rappa um lífið mitt. Eins og Stakkandi staflandi, það er bara bull, skilur. Það er bara kjaftaði, ég átti enga pening, skilur. En þú veist, eins og í Elías, skilur, það er ég bara eitthvað að jammið, ég var alveg að jamma, skilur, þannig að ég vil ekki segja allt hafi verið bull, en ég átti enga pening 2014, skilur, það var bara hrein. Svo segðu mér að sem ég vil heyra, í þessu sem þú veist ég fíla. Ég er rétt að komin, ég er að keyra, ertu heima, Af því hún nefndi jammið, þá veit allir hvað Rottweiler jammiði mikið. Þeir gerðu heimildarmynda. Já. Hvernig var þetta umhverfi að koma inn í? Þú veist, ég var bara eitthvað 17 ára krakki, skilur, orðinn svona underground vinsæll, skilur. Því fylgdi bara mikil drykkja, skilur. Ég var að spila á einhverjum stöðum og fekk borgað í áfengi og... Sem var til enskan bara? Já, algjörlega. Og hvenær áttar það á því bara, heyrðu, ég er... Af því þú hefur alveg verið opinber með það. Já. Ég meina, þú fórst bara á eitt eitt úr í dag og... Ég fór í meðferð nóvember 2016. Ég var mjög fljótur að þróa neysluna mína. Það er rosalega bara mikill alkoholismi í fjölskyldunni minni og hérna, ég var alltaf með þetta svona aftast, skilur, að ég var líklegast alkoholisti og svo bara sannaði ég það fyrir sjálfum mér, skilur. Mér var að fara að líða mjög illa á tímabili og vanlíðanin náði mér á endanum, sko. Þannig að hérna, mér var bara búið að líða
nógu illa, nógu lengi fyrir mig. Þannig að ég ákvað að gera eitthvað í mínum málum. Sko, ef maður horfir á því bara í útliti, á myndum, Já. þú veist, breytingin sem verður er svakaleg. Já, ég var náttúrulega bara pjakkur, sko. Þú veist, ég er 22 ára í dag. Þú veist, ég er alveg ungur, sko. Já, það er bara svo langt síðan við byrjum að heyra í þér. Já. Ég er búinn að vera í leiknum, þú veist, það er 5 ár síðan að ég gaf út mitt fyrsta lag, sko. Ég er OG, sko. Ég meina það, sko. Costa del Cope. En þessi velgengni, hvernig er hún fyrir þig? Þegar þú byrjar að finna fyrir hitanum, byrjar að finna fyrir herribítu, ok, ég er að gera eitthvað sem fólk fílar, þá verður vinsælt, þú náttúrulega áttar það engan veginn á hvað er að fara að gerast síðan, en þá, hvað gerði hún fyrir þig? Árið var edrú, þú veist, þá var þetta einhvern veginn bara, þú veist, eins og 2016, ég gáði 1 lag, í nóvember. Þannig að ég var bara að jamma, og ég var bara að spila lögin sem ég gerði 2015 og var einhvern veginn bara svona að lifa á því, skilur. Ég var ekkert eitthvað að make einhver moves. Ég byrjaði ekki að horfa á þetta svona, þú veist, eins og tabbborð eitthvað fyrir en bara eftir að ég kom á meðferð, þú veist, ég var svona skýr í hausnum. Og þá byrjaði svona alvöru velgengni, skilur. Viðmiðið verður bara öðruvísi, skilur. Það er bara, allt sem að ég geri verður bara að vera, þú veist, ég hef labbað út úr sessjónum með pródúserum af því að ég heyri einhver 5 beat og ég hugsa bara þetta er ekki að fara á YouTube-ið. Þú veist, eins og hérna 21 Savage sagði hérna I'm not trying to be the best rapper, I'm trying to be the richest rapper. Þú veist, bara give a fuck, sko. Ég er náttúrulega listamaður og ég er líka businessmaður, skilur. Ég er að reyna að græða pening á meðan ég er á toppnum, skilur. En hvað finnst þér þetta argument að ég sé ekki nógu mikill listamaður og Já. Já. Bara flott maður, mér gæti ekki verið meira saman, sko. Ég held að það geti enginn efast hæfileika þína. En það er einhvern veginn þegar peningar koma inn í málið og verða aðal fókusinn að þá ertu einhvern veginn minni listamaður eða eitthvað. Já, einmitt. Það er eins og listamenn með ekki græða pening á listinu sinni, þá eru þeir ekki real. Já. Ég er náttúrulega að adressa þetta í fucking Keira, skilur. Ég segi að herri sé ekki nógu mikill listamaður, finnum ég í fyrsta sæti á einhverjum listamann. Já. Mér er alveg sama hversu mikill listamaður ég er í augum einhvers fólks, þú veist. Já, en kendu mér. Hvernig verður 21 ára gamall einstaklingur svona mikið not give a fuck bara basically alla nema sig og sína? Programmið, baby. Ég get ekki breytt fólki. Ég get ekki breytt fólki sem að fíla mig ekki. En ég get breytt því hvernig ég bregst við því. Þetta er bara æðruleysi. Auðmýkt. En nú er sko auðmýkt kannski eitthvað sem myndi ekki vera. Ég veit það. En þú veist, ég náttúrulega bara, þú veist, það er bara varan, skilur, hrókafullum á fákir, skilur. Það er varan, herra Nýtisbjörn. En ég held þú sért auðmjúkur og bara svona frekar caring guy. Og ef ég myndi detta með þér í Netflix og chill, þá værum við bara frekar nettir eitthvað að hjúra okkur upp í hvern annars. Algjörlega. Og Sara kannski veit meira það en ég mun nokkuð vita, það er annar mál. Líklegast, já. Ég er náttúrulega ekki með gulltennur heima hjá mér þegar ég er bara eitthvað að horfa á Netflix með Söru, skiljum. Og það er líka svolítið sem vangaveltur fjallar eftir daginn, skiljum, ef maður tekur á sig kórónuna og klingrið, skiljum. Ég er ekki að segja að ég sé að, þú veist, vera einhver annar en ég er, skiljum, í lögunum, skiljum. Þetta er náttúrulega bara aðeins, ég fer aðeins með, ég seti fjórðagjur, skiljum. Þegar vísir eins lag tól eftir myrkur og ég tek að mér þessa kórónu klingur. Ég horf á hana og ég allt þetta skilið. Vangaveltur er ég nóg fyrir ykkur, er ég nóg. Ég átta mig á því að ég verð ekki vinsælasti tónlistarmaður á landinu alltaf. Þannig að ég ætla bara að strategera sér þannig að ég geti lifað sem lengst á þeim pening sem að ég mun geta búið til á þessu tímabili og sett upp öðruvísi tekjulindir eins og sjónvarpsþætti, að vera útvarpsmaður, opna skemmtistaði, að nýta mér tækifærin sem ég fæ núna af því ég veit að það bjóðast ekki alltaf. Eftir nokkra vikur, nokkur ár, vissi að ég myndi fara langt. Þið eruð að fara eignast barn. Hvenær mun það gerast? Febrúar. Í hvað lagi segir aftur að börnin Já, ég segi hérna kópi nautakjöt sem ég þarf ekki að skera í, stefgjöld gangi erfðir börnin mín nú þegar rík. sem að eiginlega meikar allt saman sens núna. Ég er með hustlers mindset, sko. Já. Það er alveg bara 100%. Þegar ég var
9. bekk eða 8. bekk, þá fór ég og félagi minn í hús í hverfinu og bara má ég fá að tala við mömmu og pappa og svo sögðum við fórhaldar bara við getum komið hérna á aðfangadag í hádeginu, klæddir upp sem jólahúsinnar, komum með pakka handa börnunum þínum en þú kemur með pakkan til okkar og við rukkum ykkur 5 og við gerðum þetta og löpum í hús í hverfinu og við gætum ykkur 10 skall manna eitthvað og svo mættu bara gjafirnar til okkar á Þorláksmessu. Svo fórum við bara á aðfangadag í hádeginu, klæddir sem jólahúsinnar og skiluðum gjöfunum til krakkana. Ég með þig, þetta allt í góðu. Ok, byrju. Hvernig beig ég? Svona, já. Hell yeah. Þetta, svona verður eins og pabbi. Ég er pabbi. Komið mamma. Þú veist, markmiðið mitt er að geta gert í rauninni bara það sem ég vil en samt með peningur að tekja hana með hann. Eins og til dæmis ef ég ætti nokkrar íbúðir og væri leigðar út og ég geti bara einhvern veginn gert það sem ég langar til með fjölskyldunni minni á meðan. Finnst þér þetta spila saman, tónlistarferillinn og að gera þetta? Ég veit þú græðir pening á tónlistarferillinum, það er það sem við höfum talað um, artistic integrity, þú veist, hvers virði er þín ímynd? 300.000. 300.000? Þú varst í Ólíspeysu upp á sviði, sem ég fannst bara ógeðslega fyndið. Hefurðu einhvern tímann áhyggjur af því ég er búinn að bara sell out? Fólk sem notar bara orðið sell out yfir artista er fólk sem fílar ekki tónlistina mína. Ég er ekki með neinum fyrirtækjum í samstarfi eða neitt svoleiðis eða viðskiptum við sem að ég fíla ekki, þú veist eins og þessi Ólíspeysa, mér finnst það bara nett, skilurðu. Það er bara 1, 2, ok, allavega 1 til 2, ekki alveg nummer 3. 3 var þessi 300 3 var peningurinn. En þú veist, já, þetta er bara ljót peysa og þið ekki fara í hana, skilurðu. Ertu með núna þá, það er barn á leiðinni, þú ert búinn að vera ógeðslega duglegur í mjög langan tíma. Sérðu fram á eitthvað að slaka á bensíngjöfinni? Ég mun ekki spila í febrúar. Febrúar verður góður mánuður fyrir aðra tónlistamenn á Íslandi. Bara loksins. Nei, ég segi það. Ég er með einhver 40 demo sem ég eftir að klára og ég ætla að klára að slatta núna áður en að bandið kemur þannig að ég geti verið að dæla út lögum. Þegar þú ert bara í bannanleika? Já, einmitt. Það tangar rólega. En ertu spenntur fyrir að vera pabbi? Já maður, ég get ekki beðið sko. Var þetta planað? Af því ég veit að það var komin í hausinn á þér, Já. fjölskyldupælingin. Ekki plana. Já, einmitt, þetta var bara þannig, planað ekki plana, bara svona, velkomið. Já, hvernig pabbi heldur þú verið? Ég held að ég verið góður pabbi sko. Já. Já, ég er bara ógeðslega spenntur, ég held að ég og Sara munum mynda mjög gott heimi. Fullorðinn Hermann Heiðarsmjör, fullorðinn Árni. Já. Ég er svo spenntur fyrir að sjá hvernig hann verður. Já. 32 ára Árni, sko. Já. Skilurðu? Einmitt. Eftir 10 ár. Einmitt. Fáum auglýsingar og komum svo aftur tilbaka eftir 10 ár. Skal ég meina? Nei. Já maður. Velkomin í bransann sko. Ungi aðdónamaðurinn Árni. Já. Er hann nefnt? Ég er a serious businessman, verðandi faðir. Heyrðu, við erum illa nettir maður. Já.